Þar lagt til að Aðalsteinn Haukur Sverrisson taki sæti Grétu Bjargar Egilsdóttur sem varamaður í ráðinu. Þessum samþykkja það gefur merki. Það samþykkt með 14 greiddum atkvæðum. Þá komið að kosningu í hverfisráð Laugardals. Þar lagt til að Diljá Ámundadóttir taki sæti Ingu Maríu Leifsdóttur sem varamaður í hverfisráði Laugardals. Þessum samþykkja það gefur merki. Það samþykkt með 15 greiddum atkvæðum. Þá komið hér að tillögu sem tekin var á dagskrá með afbrigðum sem tillaga fyrirframgreiðslu til tónlistarskólanna. Hún hefur bæði verið prentuð út og send borgarfulltrúum. Einhver sem vill að ég lesi tillögunu? Svo ekki, þá hún borin upp til atkvæða. Þau sem samþykkja háttvirtur borgarstjóri hefur óskað eftir að taka til máls. Forseti ágæta borgarstjórn, þessi tillaga ekki ný af nálinni að því leyti að við höfum því miður verið að samþykkja svona bráðabirgðagjörninga varðandi tónlistarskólana oft á þessu ári og þannig mæta vanda þeirra sem tengist samningsleysi milli ríkis og sveitarfélaga framhaldsstigi í tónlist. Borgarráð fjallaði ítarlega þetta á vormánuðum í kjölfar þess að við höfum oft þurft að koma svona inn í myndina og eins og rekja má í fundargerðum borgarráðs var unnið að því í viðræðum við samband sveitarfélaga og 2 ráðuneyti, menntamálaráðuneyti og fjármálaráðuneyti, að vinna í raun bráða aðgerðarplan til þess að brúa fjárhag tónlistarskólanna og meðan menntamálaráðherra væri að láta vinna ákveðnar tillögur og framtíðarsýn í raun nýjan framhaldsskóla í tónlist. Svo kemur það eiginlega bara upp úr krafsinu á þess að neinn hafi verið látið beinlínis vita af því, svo ég viti til núna síðla sumars að ráðuneytið vill ekki kannast við neitt. Það að segja þríhliða samkomulag sem gekk út af það að Reykjavíkurborg ætlaði að leggja fram 90 milljónir, önnur sveitarfélög í gegnum jöfnunarsjóð 30 milljónir og ráðuneyti svo 60 milljónir, í uppnámi þrátt fyrir að það hafi ekki bara verið rætt á hvaða nótum þetta samkomulag hefði átt að vera, heldur hafði sambandi borgin og ráðherra beitt sér sérstaklega gagnvart allsherjarnefnd þingsins fyrir samþykkt sérstaks frumvarp sem var einn liður af þessu og tengdist framlaginu í gegnum jöfnunarsjóð. En þrátt fyrir þetta að þá bara kom eiginlega upp úr dúrnum að ríkið ætla ekki að standa við sitt. Þar með í raun fjárhagsgrundvöllur þessara skóla í algjöru uppnámi og það fást engin mjög skýr svör það hvað breyttist nema þá einhverjar óljósar meldingar að þeir embættismenn sem í þessum viðræðum voru fyrir menntamálaráðuneytið og fjármálaráðuneytið hafi verið umboðslausir, sem hlýtur auðvitað að vera þá algjört stórmál. Að einhverjir embættismenn séu umboðslausir án sambands við sína ráðherra vikum saman, beitandi sér gagnvart þingnefndum fyrir því að alls konar hlutir séu samþykktir og svo það ekkert að marka. Eftir fund sem ég átti með menntamálaráðherra á mánudaginn í síðustu viku og þar sem fátt var skýr svör hvort að úr myndi rætast hjá ráðherra og eiginlega þvert á móti að það voru ekki gefið nein vilyrði slíkt í raun og veru, að þá var brugðið á það ráð í samráði mínu við framkvæmdastjóra og lögfræðing Sambands íslenskra sveitarfélaga að skrifa formlegt erindi þar sem knúið á efndir ríkisins á sínum hlut þessa samkomulags, en þar þurfa að fást svör býsna hratt vegna þess að skólarnir einfaldlega í mjög kröppum dansi. Svör við þessu erindi hafa ekki borist en framkvæmdastjóri Sambands sveitarfélaga hefur óskað eftir fundi í svokallari Jónsmessunefnd þar sem að fjárhagsleg deilumál ríkis og sveitarfélaga eru tekin upp og það verður að leita skýringa líka hjá þinginu hvort að það hafi í raun verið bara haft ákveðnu fífli þarna í vor, því að þetta frumvarp var tekið inn nánast með afbrigðum, þar að þetta var ekki flutt sem frumvarp ráðherra heldur sem frumvarp nefndar, sem mjög óvenjulegt en það var vegna þess hversu mikið lá á.
samt hefur sumarið liðið og framlag ríkisins til þessa í raun björgunarpakka hefur ekki skilað sér ennþá. Þannig að þetta er grafalvarlegt mál. Skólarnir gætu siglt í þrot og það væri nú ekki glæsilegt upphaf af því að kynna til sögunni nýjan framhaldsskóla í tónlist ef að það á að gera þá rústum þeirra skóla sem fyrir eru. Þannig að úr þessu þarf að skera og á þennan hnút þarf að höggva og ég bind vonir við það að ríkið standi við sinn hlut. En það breytir því ekki að þessa bráðabirgða afgreiðslu eins og áður þarf að gera og þessar greiðslur þurfa að fara út núna. Háttvirtur borgarstjóri hefur lokið máli sínu, þá er borgarfulltrúi Júlíus Víðir Þingvason óskað eftir að taka til máls. Forseti, ég ætlaði nú ekki að fara að gera tónlistarskólana aftur að umtalsefni hér svona í lok fundar, en úr því að borgarstjóri tók þetta upp með þessum hætti svona afgreiðslutillögu sem kemur ekki til á góðu, þá finn ég mig tilknúin til þess að standa hér upp vegna þess að það er nú eiginlega ekki hægt eins og gert er af hálfu borgarstjóra að benda bara á einhver aðra, benda á ráðuneytið og tala eins og Reykjavíkurborg hafi staðið við allt sitt. Svo er auðvitað ekki og ég hygg að borgarstjóri gerir sér fulla grein fyrir því. Það sem við erum að gera hér núna er að veita auka greiðslu, fyrirfram greiðslu til tónlistarskólana vegna þess bráða vanda sem að þeir standa frammi fyrir og fyrir fram að þá staðreind standa þeir að þeir geta ekki greitt laun. Þeir bara hafa ekki bolmagn til að greiða laun þessi mánaðamót nema að fá fyrirfram greiðslu. Þetta erum við búin að gera 11 sinnum. Við erum búin að borga fyrirfram 11 sinnum í þeim tilgangi að bjarga skólunum rétt fyrir horn. Og hvernig haldið þið, borgarfulltrúi góðir, ykkur liði með það að vera að reka stofnun, skólastofnun eins og tónlistarskólarnir eru auðvitað, menningar og menntastofnanir, ef að þið vitið aldrei frá mánuði til mánaðar hvort að þið eigið efni á því að greiða laun. Og þið verða að bíða eftir því góðfúslega að borgarráð sjáu til þess að þið geti bjargað ykkur fyrir horn. Það er auðvitað lofsvert að borgarráð geri það og borgarstjórn geri þessu tilfelli. En þetta er auðvitað algjörlega óviðunandi aðstaða. Og þessi skólar flestir í Reykjavík hafa vorið að draga verulega úr þeirri þjónustu sem þeir eru að veita úr kennslumagni og reyna einhvern veginn svona að bjarga sér á milli mánaða, en margir þeirra hafa líka lýst yfir, það getur bara gert hvernig sem er, að þeir taki sér ferð niður til sýslumanns og lýsi sig gjaldþrota, bara sjá ekki fram úr þessari stöðu. Mér finnst sko þessi vonleysistaða skólana vera einn af það allra versta. Þetta eru auðvitað skólar sem eiga að vera skapandi, þeir eiga að vera gleðilegir og bjartir og þeir eru að kenna fólki skapandi listir, en í raun og veru þá er þungur steinn í stað hjartans, menn bara verða að umbera þetta frá mánuði til mánaðar. Þetta ætlaði ég ekki að tala bara af því að þetta kemur hér inn í borgarstjórn núna af þeirri einföldu ástæðu og þá bara er rétt að segja það eins og það er að þessi tillaga átti afgreiðst í borgarráði í síðustu viku en það fórst fyrir af einhverjum ástæðum og það getur auðvitað alltaf gerst. En þess vegna erum við að taka þetta upp hér svona í lok fundar og klára þetta svo að þau vita að skólarnir geti haldið áfram. Við viljum auðvitað að Reykjavíkurborg sé leiðandi á þessu sviði. Hún á að vera leiðandi á þessu sviði og hún hefur verið það. Og svo staðreynd að við erum með 19 starfandi tónlistarskóla hér í Reykjavík, við getum sagt að það séu fullmargir, en við getum líka sagt að það er ástæðan fyrir því að skólarnir eru til dæmis í úthverfunum. Þeir starfa með skólunum þar og við getum líka sagt að það er ástæðan fyrir því að það er svo fjölbreytt frambúð af tónlistarnámi í Reykjavík sem hvergi annars staðar finnst. Því að aðrir skólar, flestir aðrir tónlistarskólar á Íslandi eru reknir af sveitarfélögum. En hér eru þetta einkareknar stofnanir og það eru skólar sem einbeita sér að gítarkennslu, píanókennslu, söngnámi og klassískri tónlist, jazz og öðru slíku. Þannig að nemendur hafa úr mjög mörg að velja, fyrir utan náttúrulega það að sumir skólar eru sérstaklega sterkir í teóríunni og í kontrapunkti og öðru slíku.
Það samkomulag sem gert var, sem að borgarstjóri vitni hérna til, auðvitað vont samkomulag. Samkomulagið hefur valdið misskilningi og mér finnst svona óþarfi sérstaklega svona því að nú farið að líða á þennan fund að vera að fara mikið út í það aftur. Við erum búin að fara yfir það hér í borgarstjórn en það má vera úr því að þetta liggur þungt á okkur öllum að við ræðum þetta þá á næsta fundi borgarstjórnar og það kannski fyrir á fundinum. Samkomulagið var vont vegna þess að það er óskýrt, illa unnið, það er jafnframt grunnurinn að því er rangur, nemendafjöldin er vitlaus sem miðað er út frá og líka kostnaðurinn ekki réttur. Þannig að þetta allt saman þyrfti að leiðrétta. Ég hef alltaf verið þeirri skoðunar, ég hef alltaf sagt það og ég vona að menn sé ekki að misskilja það og þá segi ég það nú að bara svona af þeim ummælum sem að hafa nú svona foki í tengslum við þetta mál. Í fyrsta lagi sko að þá held ég að við séum allir samherjar, ég held að við öll samherjar í þessu máli. Við viljum auðvitað öll sömul að þetta mál bjargist og að tónlistarkennsla geti hafist með eðlilegum hætti hér í Reykjavík, sérstaklega á framhaldstiginu og miðstig á framhaldstigi fyrir söng. Þannig að því leyti til finnst mér svona að við skulum vera að togast mikið á þetta og rífast út af þessu, mér er það ekki ljúft sko. En ég þeirra skoðunar, eins og ég var að byrja að segja, að auðvitað framhaldsstigið á að vera ríkisins. Ríkið á auðvitað að hafa framhaldsstig með sama hætti og ríkið rekur menntaskólana og auðvitað er það þannig að ríkið er að reka listaháskóla og listaháskólinn er einskis virði ef að það er ekki framhaldsstig í tónlistarnámi. Þá geta þið bara að loka tónlistardeildinni sem er auðvitað eina stærstu deildunum í listaháskólanum. En það er bara ekki þannig. Ég er ekki að breyta því standandi hér. Ég vildi gætna að ég hefði getað breytt því á sínu tíma þegar ég var formaður menntaráðs. En ég gat það ekki, ég bara fékk það ekki í gegn og það er ekki fengist í gegn þetta. Þannig að þá er maður bara að búa við þá stöðu sem við erum í og við erum að vinna með þá stöðu sem við höfum. Og við verum þá að axla það ábyrgð hversu ferli og þungt okkur þykja það kannski vera, þá verum við að axla þessa ábyrgð. Við verum að tryggja það að þessar merkilegu menningarstofnanir hér í Reykjavík, að þær haldi áfram að blómstra og það er útskrifi flotta tónlistamenn eða minnsta kosti veiti þeim sem áhuga á því að afla sér þekkingar á þessu sviði, ungum sem öldnum, tækifæri til þess að nálgast þá menntun. Meira ætla ég ekki að segja sinni, en ég held að við ættum að auðvitað samþykkja öll þessa tillögu og vonum bara að við þurfum ekki að vera að samþykkja margar slíka tillögur í viðbót. 11 sinnum er miklu meira en nóg. En við skulum ræða þetta síðar, nema með náttúrulega með hjúku upp og viljum fara að taka þetta alveg í þaula hér, það var alltaf leið. En við skulum allavega ræða þetta síðar og kannski, það er náttúrulega frábæra að það komi viðbrögð frá ráðuneytinu og við getum náð viðunandi niðurstöðu fyrir alla aðila, aðalatriði að ná niðurstöðu fyrir tónlistarnema, tónlistarkennara, tónlistina í landinu. Borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson hefur lokið máli sínu, þá er háttvirtur borgarstjóri óskað eftir að taka til máls. Forseti ágæta borgarstjórn, ég þakka borgarfulltrúnum fyrir þessi viðbrögð og þessa ræðu, en við skulum gera mjög skýran greinamun á tvennu. Annars vegar samkomulaginu sem var sannarlega gallað 2011 og við skulum ræða það bara betur. Kannski þegar borgarfulltrúi Halldór Halldórsson, formaður Sambands sveitarfélaga, er á staðnum til þess að ræða það, því að það er gert á vegum sambandsins, þó að nú sé svolítið talað eins og Reykjavíkurborg eigi eina að bera ábyrgð á göllum þess. Og síðan hitt, samkomulagið sem ég er að ræða hér sem var samkomulag sem var gert bráðaaðgerðir í vor eða hvað. Nú virðist vera óljóst hvort það hafi verið samkomulag, jafnvel þó að það hafi farið fyrir þingið í formi frumvarps, 1 af 3 liðum í því og það stendur enn á framlagi ríkisins í því. Ég tek undir með borgarfulltrúunum að ég vona úr rætist hjá ráðuneytinu að þaðan komi skýr og jákvæð svör. En maður er auðvitað hugsi og nú veit ég að borgarfulltrúum brennur fyrir þessu máli, en hefur hann eða aðrir úr hans röðum fengið einhverja skýra vísbendingar úr ráðuneytinu einhverjar úrlausnir eða hvort að ekki verði staðið við þetta, því að það eru auðvitað þau svör sem að tónlistarskólarnir í Reykjavík er að kalla eftir. Því að þeir höfðu auðvitað aðkoma að þessum viðræðum í vor. Það var gert ráð fyrir að þeir gerðu ákveðin fjárhagsleg greining og stöðu hvers skóla sig
og tíminn þannig nýttur til þess að undirbúa hvað tæki við ef og þegar hugmyndir ráðherra nýja framhaldsskóla í tónlist litu dagsins ljós á vetri komandi. Háttvirtur borgarstjóri hefur lokið máli sínu, fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs og við göngum til atkvæða. Hér vantar borgarfulltrúi í salinn. Nei. Já, það væri gott að hann myndi kannski bara vera með þá. Þau sem samþykkja tillöguna gefa merki. Samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá göngum við